Á Íslandi eru flestar virkjanir í eigu opinbera aðila og arður af þeim rennur í opinbera sjóði. Þegar einkafyrirtæki verða umsvifameiri, rennur mögulegur arður í auknum mæli til einkafjárfesta. Þetta ofboðslega erfitt að koma þessu á laggirnar, en eftir þetta komið í gang, þá þetta ekki gífurlega há ávöxtun, en hún rosalega örugg og hún fyrirséð. Hver arðsemin af svona virkjunum eins og þessari? Ef ekki að segja að hún sé ásættanleg fyrir mig. Við erum ekki að fara að tala prósentur eða tölur eða eitthvað. Hversu miklar tekjur myndu þið hafa af þessari virkjun ef hún verður reist? Það allverulegar, en ég ætla ekki að tjá mig meir það á þessu stigi. Hvers vegna ekki? Það bundið í samningi að við að þegja yfir þetta. Verðið þið stóreignafólk ef af þessu verður? Já, við getum sjálf farið í nokkrar heimsreisur ef við viljum eiga það í það. Hér eru til dæmis landeigendur sem geta fengið tekjur af virkjuninni. Slík jákvæð samfélagslega áhrif hljóta að skipta máli líka eða hvað? Já, þau gera það að sjálfsögðu. En það kannski segir þá svolítið samfélagið að við þurfum þá að ganga á okkar kannski heilegustu verðmæti til þess að bændur geti lifað yfir landinu. Hér náttúrulega allir mjög tekjulágir. Það bara staðreyndin. Og við höfum náttúrulega gegnum árin verið snillingar í því að komast að með lítið. Þess vegna erum við hér ennþá. Og þegar við eigum kannski einhverja framför, þá hún stoppuð af einhverjum utanakomandi. Og allt sem gert, það svo sem hlýtur að skila einhverju út í samfélagi. Bara að ábúendur þessar jarða hafi kannski aðeins meira í vasanum. Þýðir það að þeir gera kannski eitthvað. Það ekki víst að þeir fari allir bara til Kanarí og liggi þar.